Erlingur Sigurðarson, gjör svo vel. Formaður, góðir félagar, hvað meinum við með jafnréttisákvæði í stjórnarskrá? Ég fer nú að spyrja mig að því, ef það eru ákvæði sem gera bara vesen og kosta fólk peninga, ég vil í öðrum sveitarfélögum. Þetta það mínu dómi nauðsynlegt að við höfum í huga núna. Þessi umræða hefur farið svolítið aðrar brautir heldur en ég átti von á. Þar sem menn hafa fest fingur í þessu atriði. Þessu innskoti sem kom í fyrstu greinina, frá því sem verið hafði. Og það eðlilegt að spurt sé, hvort á nú sveitarfélög að standa við lífeyrisskuldbindingarnar sem ríkið sett á þau. Og tryggðum ekki tekjur á móti. Þegar að skólar voru fluttir á sveitarfélögin, þá kom það yfirleitt fram víðast að það batnaði skólastarf, að búið betur á skólunum. Það kostiði líka peninga. Það var ekki tryggðu peningar á móti þessu, öllu saman, sveitarfélögin lögðu það fram. En mér finnst það að vera athyglisvert að hvað menn óttast málaferli á hendur ríkinu, ef það stendur ekki við sitt. Ég var ekki búin að sjá málaferla í þessu öllu saman. Ég held að við þurfum á greinilega skýrslu að halda sem að þarna var sameiginlega fjárstjórn. Það sé nauðsynlegt til að tryggja að við meinum eitthvað með jafnrétti sveitarfélaga og bæði innan þeirra og þeirra og ríkisins. Það nauðsynlegt að tryggja sveitarfélögum tekjur til lögbundinna verkefna. Og ég vek það til á því að lögbundin verkefni kosta misjafnlega mikið hlutfallslega af kostnaði sveitarfélaga. Þannig eru skólamál í dreifbýli samfélagi kannski 70–80% af tekjum sveitarfélagsins. Og það segir sér sjálft að það hefur ekki burði til aðrar mikla. Og í Reykjavík þar sem að hagkvæmni stærðarinnar ætti að vera, þar hefum gengið nógu illa að sameina skóla og fleira, hvað það var það sem hann kemur á landsbyggðinni. Nei, gott fólk, við þurfum á þessu umræða sýnir að við þurfum á þessu að halda. Það enginn móti sveitarfélögum, það enginn móti landsbyggðinni, en samt sem áður vilja menn ekki borga tekjur til jöfnunar. Þú allir menni að vera jafnir. Konur og karlar. Börn og aldraðir. Það svo, þetta kosningaréttin ætla ég að segja það, við heldum við þurftum að fá ákvæði hann. Ef ekki verður sett upp allsherjar regla kosningar í þessu sambandi. Og svo það eitt grenndarregluna. Grenndarregla gott orð. Miklu betur en nálægðarregla. Og grennd þekkt orð, það vildi enginn búa, þetta því sem að sagt var. Það ætla rigning í grend. Ekki vildi búa þar. Takk fyrir.